Komið sæl og blessuð og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Ég sótti næsta viðmælanda upp í Loftinblá. Hann þekkir flug, betur en margur annar. Nú býr á jörðinni eins og flestir aðrir, en býr hérna rétt við Akureyri við Hauganes í Eyjafirði hér. Og framkvæmdamaður á ýmsum sviðum, við ætlum að tala um það hér. Pétur Einarsson heitir maðurinn. Velkomin Pétur. Takk fyrir það. Pétur, lögmaður, húsasmíðameistari, fasteignasali, fyrrum flugmálastjóri með skipstjórnarréttindi, þýðandi, bókaútgefandi, rithöfundur, ég veit ekki hvað og hvað. Og þú ert fæddur 47. Ja, þetta sko ADHD. Ofurinn, nei, það er bara gaman að vera til. Já, hefur aldrei farið í framboð? Jú, ég var þetta, þegar ég var í Kópavoginum í gamla dag, þá var ég þetta fræga 6 á sameinuðu lista vinstrimann og framsóknar. Ég var í 7. sætinu þar, ég var svona 6 þar. Já. Svo var ég í gamla dag að þvælast í framsókn, ég voru Mörvallarhreyfingunni, stofnuðum hana hér. Nú varstu í því? Já, og vann töluvert náið með Ólafi Ragnari og mörgum öðrum spekulantum sem þar voru. Það var mjög skemmtilegur hópur, 100 manns af svona fólki sem vildi breyta Íslandi. Já. Hefurðu skoðun á því sem að gerast í pólitíkinni í dag? Þetta er bara endurnýjun. Þetta er bara laufið fellur á haustin og græn nýtt og þetta er bara svona, kannski eðlilegt. En svona staðan sem slík, ég veit að þú fylgist með öllu svona. Jú. En staðan, hvað, miðað við, sko, við slum bara fara aftur til 2005, 6, 7, eitthvað slíkt, og 8. Við erum komin til 2016, stöndum við á svipuðum stað og við vorum þegar allt var að fara á heljarþrömmina? Já. Hvernig er staðan? Að þínu áliti? Sko, það er svo einkennilegt með Ísland eða við skulum segja okkar þjóðfélag, það sem við eigum er eitt fallegasta land í heimi og hreinasta. Og það merkilega, sko, þú ert ekki að ganga mörg skref til að vera einn eða með fólki. Og hvað eigum við í þessu landi? Við eigum fisk og við eigum harðdugligt fólk og núna í dag eigum við ferðamennsku. En við erum fremstu jarðhita sérfræðingar í heimi og það er eitthvað sem við þurfum að takast á við núna á næstunni. Ég held að það sé miklu sverðara, já það kemur næstu eftir fiskinum, það er mikið sverðara heldur en ferðamennska. Já. Svoleiðis að ég meina það rót í stjórnmálunum og akkur er það ekki þegar ég var strákur og þá var verið að anskotast út í ýmsa þeir voru vondir menn eða góðir menn og þetta er það sami í dag og það á ekki að tala illa stjórnmálumenn, heldur vel. Þú getur tala illa málefni, mér er alveg svona það. Já. En ekki fólk. Nei. En er þetta eitthvað sér íslenskt að menn gerir þetta? Nei, blessar. Ég var í Kenía síðastliðinn vetur og þeir heldur harðari heldur en hér því að þeir voru sífellt að reka menn og setja þá í fangelsi og skiptum og svona. Það er eitthvað minnuð það hérna. Nei, þetta er í öllum þjóðfélagum. En við erum ekki nema 330.000 manns og þetta nú ekki ég segi nú bara eins og það mun að minnst að ég segi Sigmundur Ingi, ég segi Sigurður Ingi að til hvers að velja ófrið ef við getum haft frið. Já. Mér finnst það bara góð setning. Já, það fyrir sig alveg rétt. Já, en þó er ég ekki þannig pólitískur maður, hvorki vinstri né hægri maður, ég er bara Íslendingur. Já. Kenía? Já. Hvað varstu að gera þar? Já, það var þannig að það leyti sem ég er að svona ákveða hætta sem flugmálastjóri að það fyrir tilviljun, hvað er tilviljun? Tilviljans, já. Ferði til Kenía og hitti þar Inga heitinn Þorsteinsson sem var þar aðalræðismaður í Kenía og það þróast þannig að ég verð alþjóðlegur ráðgjafi þarna í flugi í Kenía, Úganda og Tansaníu
5 ára skeið á vegum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar. Já, já, já. Svo líða 20 ár, rúm, og síðastliðið haust. Já, nú lengri sá bak við þetta. Ég ferðaði svo mikið í gamla daga að ég hét í þegar ég flutti á Selá. Ég færi aldrei lengra heldur en á Dalvík. Aldrei. Og það leið ekki mánuður, þá var ég kominn til Kenía. Já. En þá var gamall félagi minn sem bauð mér þangað, frítt fæði og uppihald á einhverja vinnu. Og ég var þar í tæpa 5 mánuði síðastliðinn vetur. Já. Og yndislegt að uppgöta breytingar sem þar hafa orðið og bara vinna svolítið í hjálparstarfi, þar að segja að útvega verkfæri fyrir fólk. Ég held að það sé svolítið merkilegt. Kynntist þar jarðhita verkfræðingi, einu af okkar fremstu og elstu jarðhitaverkfræðingum, Jóni Búa Guðlugsssyni, sem var yfirmaður í Hellisheiðarvirkjun, síðast hann var hér, sem búinn að vera í Afríku í 4 ár. Og það þróaðist þannig að ég fór að sérhæfa mig í jarðhitalögfræði og við erum að vinna saman að því að búa til alþjóðlegan sérfræðingahóp, þar sem uppistæðnir Íslendingar, með aðsetur í Nairobi, til þess að ná aftur forskoti Íslendinga í jarðhitaframkvæmdum í Austur-Afríku, sem að við höfðum fyrir 40 árum síðan. Við vorum eitt af fyrstu þjóðunum sem komið þar inn, en gífurlega þekkingu, og nú nefnilega eftir loftslagsráðstefnunni í París verið að hella inn sko grilljónum af dollurum og eurum inn í Austur-Afríku til jarðhitaframkvæmda vegna þess að menn eru konur að þeirri niðurstöðu að vera að gefa pening og föt della, en að útvega orku raunveruleikinn. Og til hvers Evrópa og Bandaríkin að útvega orku í Afríku? Vegna þess að þeir þurfa að framleiða mat fyrir okkur. Þannig að þetta svona skiluru til góða fyrir alla. Já. Og nú gamlega, því að maður nú nálgar 70, nú finnst mér að ég sé orðinn 18 ára og þetta takast á í eitthvað nýtt verkefni. Það nú svolítið. Já. En verður framhald á þessu? Já, engin spurning. Og það skemmtilega í þessu að af því að við Íslendingur eigum þetta gamla jarðhitaþekkingu, að það töluvert til af mönnum sérfræðingum í jarðhitamálum sem eru konur á aldur. Og þeir eru tilbúnir í svona mjög margir. Og það einkennilega að þjóðdónin gamall á Íslandi, þótt einskisvirði, en alþjóðlega ertu gífurlega verðmætur. Með allar reynsluna? Já. Það þýðir ekkert fyrir þig að bjóða fram alþjóðlega krafta þína ef þú ert krakki. Þú verður að hafa langa reynslu. Þú ert krakki? Já. Ég hér ekkert verið að ráða um að krakka. Það vilja vita allir sem eru konur yfir 50 að þeir fá enga vinnu. Já. Hvað heitir það? Útrunnir? Já. Dagsetningin búin. Já, dagsetningin búin, já. Komin yfir síðasta söludag. Já. Tómt kjafta. Já. En sko, ertu heillaður af Afríku? Já, Kenía. Já. Kenía gnægtarhorn heimsins. Þar allt. Og alveg furðuleg fátækt þar. En náttúrulega yfirstéttin rakar að sér, sko. Hún forrík. Já. En þar hafa orðið gífurlega breytingar á 20 árum. Unga fólkið menntað, mjög menntað. Umferðin hefur breyst, þeir eru á vissan hátt þróaðir tæknilega heldur en Íslendingar. En þeir eru svona hinn gamla þessu viðkvæmum spillingu, það sé að mútur og þess aftar. Það ennþá vandamál, en það þó bara upp á yfirborðinu. Svoleiðis að það eitt af því, sko, því þetta náttúrulega múturnar eru bannaðar og ef alþjóðlegur ráðgjafi uppvís að því, það fær hann aldrei vinnu framar. Þetta stóra vandamáli sem það að komast fram hjá. En þetta ekki svo víða, þessi spilling? Jú, vafalaust og líka á Íslandi, en hún ekki eins, opinber hér á Íslandi og það núti, ég kalla þetta tjæja til dæmis. Það kemur bara höndin svona fram, þú færð enga afgreiðslu í opinberum stofnunum og svo framvegis. En þú lærir þetta, hvernig þú kemst fram hjá það sem fullri kurteisi. Já, fullri kurteisi. Og þetta partur af kerfinu, eða? Þetta partur af kerfinu og svo náttúrulega svo óskaplega fátækt að fólk heldur alltaf að hvíti maðurinn sé svo ríkur að það svolítið sníkjur og svona. En þá það
eins og einn gamall vinur mín gerði alltaf reynd þegar hann sá betlar að vera á ferðalögum, þá gaf hann þeim bara brauðsneið, appelsínu eða epli. Og það er ekki vitlaust heldur. Já. En Austur-Afríka, já, þetta er, ef himnaríkið til á jörðinni, þá er það þarna. Það er ekki og hvað ættum við Íslendingar að gera? Ættum við að fara meira í þannig jarðhita, segirðu? Getum við gert eitthvað annað? Við höfum verið að safna peningum og fatnaði og slíku eins og þú segir, handa fátæku fólki á þessum slóðum. Hvað eigum við að gera? Ég spurði einu sinni einn frænda minn sem er forstjóri fyrir stórfyrirtæki í Bandaríkjunum, Íslendingur. Mér langar til að skipta vinnu, hvað ég að gera, sagði ég. Þá sagði hann, gerðu það sem hún kannt. Og mér finnst það snilldarsetning. Þetta kunna Íslendingar. Og það vantar miklu meiri kraft í þetta, í jarðhitamálin. Nýsjálendingar, Ítalir er að fara fram úr okkur og taka okkar forskot. Þetta nýju utanríkisráðherrann og Lilja þarna á hún að taka á fullu afli og setja svolítið pening í þetta og búa til markaðsskrifstofu fyrir jarðhitann í Austur-Afríku og bara okkar menn. Og þetta eru svo miklu peningar og líka við erum að gera gott. Já, við erum að gera gott. Við erum að gera gott, já. Og jarðhiti á þessum slóðum, maður segir nú, það er svo gott veður að það þarf ekki jarðhita til að hita hús. Í hvað er þetta notað? Rafmagn. Þetta er rafmagn. Rafmagn. Og ekki nóg með það hafa verið framkvæmdar rannsóknir, tilraunir til að búa til drykkjarvatn Hveragufu, 10% af henni, og einn af vandanum þarna í Sigdalnum Mikla, heitir þetta á íslensku, Great Rift Valley, eru ofsarigningar eða ofsaþurrkar. Og þetta er eldfjallarsvæði gamalt og það er svo gljúpu jarðvegurinn að vatnið bara fer niður í yfirborðsvatnið, er ekki á yfirborðinu, heldur fer niður. Þar að auki hafa verið þróaðar grunnrannsóknir til þess að fella út dýra málma og Hveragufu. Það er nú ekki komið beinlínis í framleiðslu, en þetta er bara virðist að handan við hornið. Þannig þetta er þrennt. Það er rafmagnið, orkan, það er vatnið og það eru málmar. Þú nefndi Selá. Já. Hvað er Selá? Selá, altså mín Selá er við Hauganes. Já. Og það stendur í byggðarsögunni hérna Eyjafjarðar, hún kúrir undir ásnum og það er nokkuð til í því því hún sést ekki frá veginn og þú ert eiginlega að vera nú Hauganes til að sjá hana. Já, það er nú bara þannig gestur minn að frá því ég var 18 ára þá mér alltaf dreymt það að búa í sveit við sjóinn, geta farið á sjó. Ég þarf að hafa á við hliðina á mér og foss og ég þarf að hafa nóg svæði í kringum mig til að geta farið á hestbak. Og ég þarf að hafa skemmtilegt fólk í kringum mig. Þetta þarf að vera svona, ekki meinstríðið en svolítið stríðið, það fólk sem ég umgengst. Nema hvað að fyrir hreina tilviljun detti niður á Selá og hún er í ríkiseign jörðin og ríkið er að losa sig við svona gamla sveitabæi. Mér skilst að þetta hafi verið í eyði í 20 ár. Já. Og það frá 2012 í október minnum þangað til að ég detti honum, það voru búin að 3 eigendur keyptu og losuðu sig við. En leið og ég sá þetta og Gilfossinn, Selárgilfossinn sem er undur við Selána, þá bara fór ég eins og eftir lífið að leysa til að ná í þetta. Þetta er mín dýrð og minn draumastaður. Bæði umhverfið, mannlífið og annað. Og það er ekki nóg að þú og þín kona búið það að þið eru með ferðaþjónustu? Já, nei, já, þetta er svolítið erfið. Þetta heitir Rannsóknarstofnun Hugans. Rannsóknarstofnun Hugans? Já, á ensku Laboratory of Mind and Imagination. Hugmyndin var sú að þarna kæmi fólk til mánaðardvalar eða lengur til sköpunar, alls konar sköpunar, hvort að það eru myndir, ritlist eða eitthvað annað og það hefur aðeins byrjað. Það stóð aldrei til að þetta væri ferðamennska. Nei. Heldur... Í þessum dúr? Já, þú veist hvernig þetta er
menn fá yfir sig andagift í sérstöku umhverfi og umhverfið þarna svo sérstakt og það sem við höfum gert svo sérstakt að það kallar á andagift og þetta draumurinn og þetta í beinu framhaldi af því að ég hef síðan ég var barn kannski verið meira í því sem ég kalla hugveruleika heldur en oft þína raunveruleika og hef skrifað svolítið það á ensku og svona og langaði til þess að svona síðustu árin sem maður lifir að taka meiri þátt í því. Því að sko mín skoðun svo að raunveruleikin út allt, það alltaf verið að skoða hann og svo halda menn að hinveruleikin þar að segja einn af mörgum veruleikum, hugveruleikin sé eins og kallega ímyndun og það sé einhver della. En drottinn minn dýri að það ekki ímyndun, það gerður ekki mikið. Það lítið. Nei, en sko svo, bara að því út að nefna þetta svona, þá hérna til dæmis bók. Já, þetta skrifaði ég. Þetta skrifarðu? Já. Upp á enskuna? Já, það vegna þess að fásinlegs íslensku. Learning to die, dying to learn. Já, orðaleikur á ensku. Orðaleikur á ensku. Já, það þannig að maður þarf að læra allt í þessu lífi og taka próf í öllu nema þessu sem að algjörlega ljóst að líf okkar hér í líkama endar. En það þarf ekki að undirbúa sig fyrir það. Nei. Og hvað þetta segir þessari bók? Já, þetta nú margar ástæður fyrir að skrifa þessa bók en kannski fyrsta ástæðan svo ég átti móður sem að barðist við hatrunarveikindi í yfir 30 ár og hún vildi ekki deyja, hún vildi lifa og ég var að reyna að segja við henni að sko maður deyr aldrei og segja henni söguna þegar Alexander Mikli hitti munkinn í Indlandi og sagði þú kemur með mér og munkurinn sagði nei. Þá sagði Alexander ef þú kemur ekki með mér þá drep ég þig. Þá sagði munkurinn það getur þú ekki. Og það vegna þess að sko þetta eins og bara rafmagnið í loftinu. Þú drepur ekki rafmagnið í loftinu. Þú drepur ekki rafmagnsbylgjurnar og við göngum fyrir þessu. Svo sem ég sagði við móður mín að ég skrifa bók um þetta. Og þetta í rauninni hugveruleika ævisaga. Þetta ævisaga mín. En já, hún það. Og það reynt að skoða, það að segja, þú tekur raunveruleikann, þú tekur hreyfingar líkamans, sálveruleikann, það að segja tilfinningar kallaðar, þessar hræringar sem verða reiði og gleði og allt þetta. Þú tekur hugveruleikann, það að segja hugsanir þínar og hvernig fæðast þær og hvað þær. Svo tekur eitthvað sem kallar kannski andveruleikann, sem þá, hvernig veistu að þú ert til? Og ég vitna nú í Gunnar Dahl, hans fyrstu bók, sem hét Vera. Þetta svo mörg verundinn. Og það svo tvírætt á íslensku vera, það bæði þú og að vera til og það allt. Og þetta svona, þetta mín hlið á þessu, þetta mín veröld og þeir sem að hafa áhuga að lesa svona, ef þið finna samsvörun, þá tek ég það sem sönnun. Það svo erfitt skilur í hugveruleikanum og þessum sem ekki raunveruleiki að sanna eitthvað nema þú tali við einhvern sem hefur upplifað það sama og þú. Þetta eiginlega ekki hægt öðruvísi. Og þetta þetta grunnur allra okkar tilveru. Það því ósýnilega. Það ekki því sýnilega. Það engin spurning. Því ef við hefðum ekki hugsun, ég meina, og ef við hefðum ekki þess að getu, þá gerðist ekki neitt. Þá værum við bara eins og beljur í haga, við vorum alltaf nagandi gras. En Pétur, sko, þú ert lögfræðingur, meðal annars. Já. Þú lærir lögfræði. Já. Og þú ert svona svona þannig umhverfi. Þú lærir að fljúga og þú lærir húsasmíðar og annað slíkt. Af hverju situr þú ekki og ert heimspekingur? Já, þetta mín eigin heimspeki. Ég get alveg sagt í gestum með hundleiðist þessa akademiska heimspeki. Já, þetta bara þinn... Það þrætu pólitík. Þá ertu bara í daglegu lífi þegar þú sest heima hjá þér, lest bók eða bara hlustar á tónlist eða eitthvað, ertu þá alltaf
þá alltaf einhver svona pæling í höfðinu á þér? Já, bara meira sér þegar ég er að tala við þig núna eins og þú veist, þá ganga sko endalausar hugsanir í gegnum heilan og hjartað og þetta svið sem við erum í. Það er alveg sem að hvað maður er. Erum við samt sko nógu mikið duglega að vera í þessu? Nei, við erum hrædd við þetta. Og það sem við erum hræddust við í lífinu, það er dauðinn. Og það eru mjög fáir sem skrifa hann eða fjalla hann. Og ég meina, síðast þegar ég dó, það var þegar ég kom út úr móður minni og fæddist. Þá dó ég úr einni veröld og kom inn í aðra. Já. Ég sé bara ekkert undarlegt við þetta. Það er bara laufin falla á haustin og svo kemur nýtt gras upp á sumrinu. Vatn gufar upp, það kemur niður sem rigning. Mér finnst þetta var alls þar í kringum okkur augljóst. En þú hefur farið víða, eins og ég nefndi hérna í upphafi. Þú hefur verið með útvarpsþætti, þú hefur kennt ræðumennsku og ræðutækni og ýmislegt. Þú hefur flugmannsréttindi. Þú hefur verið alltaf. Nei, við erum meira með niðurlaus, skal ég segja. Nei, til þess að ég á flugmálastjóri alltaf hreint hjá mig borðið. Ég meina, sko, ég veit ekki, það er alltaf verið nógu tími í mínu lífi. Alltaf. Einhvern tímann heyrði ég mann segja að ég hef ekki tíma til að hugsa það. Ég hef aldrei skilið það. Hvernig það getur verið að einhver hafi ekki tíma til að hugsa eitthvað. Ég bara bótt ekki tíma. Svo ég bara veit það ekki. En þrátt fyrir það að þú sért í rauninni sést löggildur, komin á þann aldur. Ég er á Akureyri að segja löggjaldar. Já, löggjaldur. Þú ert alltaf að dunda eitthvað. Já, það er dauður maður sem framkvæmir ekki eitthvað. Maður er ekki að lifa lífinu lifandi þá. Það láta sér detta eitthvað í hug og sérstaklega sé einhverju til góðs. Og í guðanabænum ekki setja græðginni í forgang, sko, fyrir mig. Og það á að banna það, eða að banna eitthvað í lífinu, þá að banna fólki að deyja með þekkingu. Þú ert að skilja hann eftir. Til þess hún. Og við erum peningar, hvað þau gerum við peningar? Pröfuðu að setja peningar niður í kartöflugarðinn. Hvað kemur við? Ekki nokkuð skapaðan hlut. Éttu peninga, verður þú sattu. Svo er þetta að halda áfram svona samningingar. Peningar eru í rauninni einskis virði þóttir hafa verið búnir til núna kannski 200-250 ár verið notaðir. Nú eru menn að fara að tala borgaralaun ef að það verður. Ég var í Oroville í hérna Indlandi sem er tilrauna samfélag, búið í rúm 40 ár, stórmerkileg. Það eru engar reglur nema eiturlegur bannur. Það eru engur peningar. Það er gamla samvinnuhreyfingin, svo leggur inn á reikning bara vinnu þína og tekur út. Ákaflega athyglisvert samfélag, framtíðarsamfélag sem hefur verið byggt þarna upp og reynda að vernda það Sameinuðu þjóðunum. Þess fyrir að skoða svona tilraun og hvað er pólitík annað en tilraun með samfélag, ekkert annað. Og þarna er stórmerkileg tilraun með samfélag. Ekki stórt, 6.000 manns. Gætum við búið til eitthvað svona með okkur 330.000? Erum við ekki akkurat samfélag sem að getur farið út í einhverja svona tilraunir? Erum við ekki að því? Hvernig gengur það? Hvernig tekst? Já, sko, hvernig getur staðið á því að 330.000 manns eiga Kára Stefánsson, Björk, Jón Pál, fegurðardrottningar, skákmeistara, eða útrásavíkingana. Hvernig getur staðið á þessu? Hver er ástæðan fyrir þessu mikla frelsi í Íslendingum? Ég held að það sé vegna þess að það var hér gífurlegt frelsi til athafna. Ég gat valið því ég var strákur, hvort ég vildi verða útgerðarmaður, bóndi eða eitthvað annað. Nú eru komin einhverjar Evrópubandalagsreglur þannig að þú getur ekki valið neitt. Þú erum tvennt að velja að fæðast inn í fjölskyldu þar sem þú erfir eitthvað eða koma þér í hjúskap þar sem þú komist í einhver tengsli. Þannig að kannski breytast Íslendinga núna úr því að vera úr þessari óskaplega konungsdjörfuð þjóð yfir í einhvers konar öðruvísi fólk. Og við erum vönd því, eða okkar kynslóðgestur, okkar eldri kynslóð, að við urðum að bjarga okkur sjálf og við erum alin upp í sveit og sjó og við það að vinna og geta byggt okkar eigin hús. Vonandi er þetta ekki að breytast. En þetta er
sko, ég er ekki hræddur framtíð Íslands. Nei, Íslendinga. Þú byggðir þín hús sjálfur? Já, ég byrjaði 19 ára. Ég byrjaði á samning hjá pappa 15 ára, húsmjöðmistari. Og allavega veit ég annan sem hafði óskaplega gaman að trésmíði, Jesú frá Nasaret, hann var góður í trésmíði og mér finnst trésmíði, það er bara nautn. Það er nautn að skapa og vinna við. Eitt hef ég ekki talað kona þín. Hver kona þín? Já, mér alveg vissi ég myndi spyrja því. Manstu þegar Hermann Jónasson, forsætisráðherra heitinn, orti þessa vísu, eða fyrirparturinn hennar er ævi mín er eintóm leit að einum villtum svani. Hún heitir Svanfríður. Við höfum verið saman í 18 ár og við gengum í sálarband í Indlandi, í hofi eldguðsins í Tiruvannamalai, sem er einn helgasti staður Suður-Indverja. Og við gengum í sálarsamband sem þannig það ekki hægt að rjúfa, við getum ekki einu sinni rofið það sjálf. Og það er bara svoleiðis. Og hún er hérna frá Akureyri? Hún er hérna frá Akureyri og hún lifir sínu lífi, ég lifi sínu lífi, mínu lífi og við elskum hvort annað. Ef við ekki að ljúka þessu svona? Jú. Takk fyrir það, Pétur minn. Ég ætla að fá að taka mynd af þér. Já. Það er hérna partur af þessu að fá að taka mynd af viðkomandi. Já. En verður þetta ekki alltaf langt? Nei, þetta verður ekkert allt of langt. Þetta hefði getað verið miklu lengra.